Takk fyrir. Það nú ekki svo gott að ég sé búin að vera hjá félaginu sko frá því áður en það var stofnað. Við höldum einmitt upp á 90 ára afmælið okkar í ár og það sem ég ætla að segja ykkur frá tengist því nú aðeins. Ég ætla að byrja því að segja hvað ég nú glaður að sjá svona marga bæði úr aðildarfyrirtækjum FA og annar staður úr atvinnulífinu í okkar bókum heitir það mögulegir framtíðarfélagsmenn. Og svo líka afskaplega ánægður með það hvernig við höfum fengið svona þessi ólíku sjónarhorn á umræðuefnið. Ég var ekki fyrir vonbrigðum með það. Þið verið kannski fyrir vonbrigðum með að ég ekki með neitt myndband sem sýnir hvernig við ætlum á sjálfvirkni eða lögfræðiþjónustuna okkar. En þið sem að þekkið Pál og Ingu, þið haldið bara áfram að tala við þau og vonandi eitthvað áfram af því að ég leyfi mér að efast að nú held ég hef rifið eitthvað á sambandi krakkar. Já, sum störf munu áfram krefst þess að vera unnin með sérfræðiþekkingu og hugviti, þar á meðal náttúrulega lögfræðin. Hvað það? Ég ætla aðeins að tala þetta stefnumótunarverkefni okkar. Eins og ég segi, félagið 90 ára núna í maí. Það var stofnað sem félag íslenskra stórkaupmanna árið 1928. Það hefur ansi margt breyst síðan þá. Þetta eru myndir frá einum af stofnfélagunum, Ó. Jónsson & Kåber, fyrirtæki sem enn einn af máttarstólpum félagsins. Það er býsna margt breyst og af því ég var að fletta gömlum afmælisritum í tilefni afmælisársins þá var þetta árið 1978 sem sagt á 50 ára afmæli félagsins kallað vöruhús framtíðarinnar. Þetta eru kallarar rétt á milli sín pappakassa, að vísu þarna liftari út í kanti. Þannig að, já, tækniþróunin svo sannarlega hröð og við ákvaðum að ráðast í stefnumótunarverkefni núna í haust. Okkur fannst tímapunkturinn góður, félagið að verða 90 ára og atvinnulífið sem við erum að vinna með og styðja á svo mörgu leyti á tímamótum. Við unnum þetta verkefni með Capacent, horfðum bæði inn á við og út á við, leituðum sem sagt inn í félagið, það voru tekin svona djúp viðtöl við hóp félagsmanna til að komast að því hvers þeir væntu af félaginu, hvað mætti gera betur og svo framvegis og skoðum ekki síður okkar ytra umhverfi, héldum svona vinnudag, stjórnin og dálítill hópur félagsmanna í lok október og við horfðum ekki öll 90 árin aftur í tíman en tókum 3 og svo 5 fram á við. Markmiðið með þessari vinnu var nú að móta svona sameiginlega framtíðarsýn til 5 ára, að skilgreina markmið sem að tengdust þeirri framtíðarsýn, skilgreina svo verkefni sem að hjálpuðu okkur að raungera þá framtíðarsýn og skerpa á hlutverki og ásýnd og ímynd félagsins. Við förum kannski aðeins bara fyrst yfir svona hverju við höfum áorkað núna undanfarið 3 ár. Þá settum okkur árið 2014 samskiptastefnu sem að miða að því að gera félagið miklu meira áberandi heldur en það hefði verið. Við vildum helst vera daglega í fréttum og stórjukum virkni bæði á VF FA og á ýmsum samfélagsmiðlum, þannig að við erum að leggja áherslu á samskiptin bæði inn á við okkar félagsmenn og út á við fjölmiðla, stjórnsýslu, samfélagið allt. Nú, einn mælikvarði á þetta er að minnsta kosti þessi að fréttum af félaginu í fjölmiðlum fjölgaði 280%, það næstu því fjórfölduðust þarna milli áranna 2013 og 2015. Það skiptir ekki bara máli hvað fréttirnar eru margar, það skiptir máli hvað stendur í þeim eða er sagt í þeim. Við höfum að minnsta kosti náð þeim árangri að þegar ákveðin mál koma upp í samfélaginu sem varða ekki síst frjálsa samkeppni, frelsi í viðskiptum, innflutningi, sérstaklega skattamál fyrirtækis og framvegis, þá leita fjölmiðlarnir sjálfkrafa til okkar. Okkur hefur tekist öll árin síðan að ná þessu markmiði að félagið sé að jafna því í fréttum svona þetta 30-40 sinnum í mánuði eins og þið sjáu hérna. Við stefndum að fjölgun félagsmanna, það gengur stundum vel, stundum bara ekkert mjög vel. En á heildina lítið er fjölgun og það þarf að sjálfsögðu alltaf að vera að hugsa það hvernig við þjónustum félagsmenn okkar sem best og það verður ekki bara fjölgað, félagið hefur líka breikkað. Það eru ýmsir nýir félagsmenn í því undanfarin 3 ár sem eru svona áberandi áskorendur á markaði í öðrum greinum en fyrir voru í félaginu. Ég geti nefnt
WOW á flugmarkaði, Nova á fjarskiptamarkaði, Póstmarkaðin og Póstmiðstöðina sem að takast á við gróna einokunarstarfsemi á Póstmarkaðnum, Smyril Line sem að veita samkeppni í siglingum og þannig get ég haldið áfram. Nokkur dæmi jafnvel áratuga gömul baráttumál félagsins sem að hafa komist í höfn núna undanfarin ár. Vörugjöldin voru felld niður og tollar af öllum vörum öðrum en matvöru voru felldir niður. Þetta gríðarlega stórt skref sem hefur reyndar haft þau áhrif að það sem að félagið okkar hefur kallað eftir í áratugi hefur stór aukið samkeppni við félagsmenn okkar. Þessi að aðilar eins og Costco og H&M hefðu ekki komið hingað nema vegna þess að þessar breytingar voru gerðar. Það eitthvað sem við fögnum og tökumst á við. Við erum líka byrjuð að höggva aðeins skot í tollamúrana hvað varðar matinn, að til dæmis fellur niður tollar á snakki og vörum úr jurtamjólk. Þetta svona litlir sigrar. Flugfarmiðaviðskipti ríkisins voru boðin út og merkilegt að það skyldi ekki gerast fyrr. Vefverslun komuverslunar Fríhafnarinnar var lögð niður af því að hún var í svona beinni og mjög ósanngjarnri samkeppni við innlenda verslun. Þetta var að okkar tillögu. Það komið stór einfalda regluverk endurskoðun og skil ársreikningar sem gagnast ekki síst minni fyrirtækjum. Frelsi í auglýsingum, til dæmis lyfjaauglýsingum, jókst. Útboðsgjald á tollkvóta á búvörum hefur í tvígang verið dæmt ólögmætt og endurgreitt fyrirtækjum. Lög útboðsmál hafa breyst þannig að lögin ná núna bæði til sveitarfélaga og ríkis. Það komin að okkar tillögu sjálfstæð kæruheimild fyrir atvinnuvegasamtök sem gagnast ekki síst í svona litlu samfélagi þar sem að fyrirtæki þora stundum ekki að kæra niðurstöður útboða, og minni og meðalstórum fyrirtækjum auðveldað að bjóða í viðskipta og við hins opinbera. Það skiptir máli. Hluti af þessari stefnumótunarvinnu okkar var síðan að skoða aðeins hlutverk félagsatvinnurekenda eins og það skilgreint í lögum félagsins. Eins og þið sjáu að þarna eitt nokkuð mörgum orðum í að skilgreina til dæmis bara á hvaða sviði aðildarfyrirtækin starfa. Eins og ég sagði, félagið hefur breikkað. Ég ætla ekki að dvelja lengi við þetta, ég ætla bara að dvelja við nýju útgáfana sem meira en helmingi styttri. Við gætum hagsmuna bæði stórra og smárra aðildarfyrirtækja með því að vera einarður talsmaður viðskiptafrelsis og heilbrigðrar samkeppni. Þetta grunnurinn sem við vinnum út frá. Og það sem við teljum að sé svona okkar sérstæða samkeppnisforskot að þessum markaði sem hagsmunagæsla fyrir fyrirtæki að við veitum aðgengilega og persónulega þjónustu við félagsmenn, bæði stóra og smáa. Við erum einarður talsmaður þeirra allra. Ég segi stundum að eina af ástæðuna fyrir því að það svona gaman í vinnunni hjá mér að ég get verið að aðstoða WOW með sínar milljónir flugfarþega fyrir hádegi og eftir hádegi ég mættur á fund með starfsmönnum borgarinnar ásamt veitingahúsa eiganda í miðbænum að tala gangstétt. Og þetta það eitt af því sem gerir þessa hagsmunabaráttu skemmtilega. Nú og svo höfum við líka þá sérstöðu að þó að félagsmennir séu misstórir, þá atkvæðavægi þeirra í félaginu jafnt sem sýnir mjög sterkt að þeir litlu skipta jafn miklu máli og þeir stóru. Þetta var í lok stefnumótunardagsins okkar sú framtíðarsýn sem við komum okkur ofan á. Eftir 5 ár vildum við vera öflugt félag í forystu fyrir umhverfisvænu, tæknivæddu og samkeppnishæfu Íslandi. Og því tengjast 4 meginmarkmið. Við viljum vera leiðandi í umhverfismálum. Við kannski sáum það ekki fyrir akkurat þetta þegar við sátum yfir þessu verkefni, en skömmu síðar kom stjórnarsáttmáli sem boðar að mörguleyti ólíkar eða nýjar áherslur í samskiptum stjórnvalda og atvinnulífs hvað varðar umhverfið, þá að hvetja fyrirtækin til að setja sér markmið varðandi lækkun á losun gróðurhúsalofttegunda og svo framvegis. Það skiptir máli að hagsmunasamtök fyrirtækja sé að gefa þessum málum gaum. Við viljum ekki láta staðar numið við það aukna frelsi í innflutningi sem að ég lýsti fyrir ykkur áðan. Við viljum stefna að tollalausu Íslandi og það verður áfram svona ákveðin megin þáttur í okkar baráttu. Við viljum gjarnan stækka, við viljum fjölga okkar félagsmönnum úr svona 180 í
helst svona 250 á næstu 5 árum, teljum okkur hafa alla burði til þess og höfum margt að bjóða fyrirtækjum. Og síðast en ekki síst viljum við verða leiðandi afl í 4. iðnbyltingunni. Eitt verkefni tengt í markmiði en bara þessi fundur í dag. En ég ætla að tala aðeins meira þetta. Það að segja við lítum ekki síst á þetta sem verkefni í fræðslu og endurmenntunarmálum. Við fundum það bæði í aðdraganda þessara stefnumótunar okkar og eins í félagakönnun sem við gerðum núna í janúar að það ákall félagsmanna aukinn stuðning í mennta- og fræðslumálum. Samt það nú svo að starfsmenntasjóður verslunarinnar sem var settur á fót fyrir nokkrum árum, öll aðildarfyrirtækin okkar greiða 0,3% af öllum greiddum launum í starfsmenntasjóðin og þar hrúast upp peningar miklu hraðar heldur en þeir fara út vegna þess að sjóðurinn illa nýttur. Samkvæmt þessari sömu könnun okkar þá ekki nema 30% af aðildarfyrirtækjunum okkar að nýta sér sjóðinn. Mögulegur starfsmennirnir sem hafa líka réttinda á að sækja inn í sjóðinn að nota hann, en það er stundum í nám sem að kemur runni starfi fólks lítið við, tómstundanámskeið og því líkt sem að bara einfallega ekki að nýta samkvæmt markmiðum sjóðsins. Þannig að við lítum svo á að þarna þurfa að koma peningunum í vinnu og þetta var ein niðurstaða þessara stefnumótunar. Við ætlum að hætta eigin námskeiðahaldi af því að við erum einfaldlega ekki neinir sérfræðingar í því að sjá fyrirtækjum fyrir fræðslu og menntun. Við viljum geta boðið í samstarfi við aðra, við háskólana og mögulega aðra skóla og fræðslu fyrirtæki í þessum menntageira við viljum geta boðið námskrá með mjög breiðu framboði námskeiða sem að hjálpa okkar félagsmönnum að takast á við þessar áskoranir sem hefur verið lýst hér í dag. Við þurfum að byrja á svona þarfagreiningu meðal félagsmanna og sjáum fyrir okkur það verði áhersla á áskoranir 4. iðnbyltingarinnar, breytta samsetningu starfa vegna sjálfvirknivæðingarinnar, hvað fer fólki sem var áður í vöruhúsunum til dæmis að gera þegar sjálfvirknivæðingin hefur tekið yfir, vonandi eitthvað ennþá skemmtilegra og meira verðmætaskapandi. Það þarf að viðhalda tækniþekkingu starfsmanna þar sem að tækniþekking úreldist hraðar en við höfum áður séð. Menn segja að tækniframfarirnar fyrsta áratug þessarar aldar séu hraðar en alla 20. öldina. Þannig að það talsvert vinna að halda sig við og ekki síst nýjar áskoranir stjórnenda sem var nú lýst hérna áðan. Þetta vildi ég draga sérstaklega fram hérna vegna þess að við viljum standa þétt við bakið á aðildarfyrirtækjunum okkar á þessum tímamótum sem við í rauninni stöndum á. Þannig að ég skil ykkur eftir hérna að lokum með þessa teikningu af því hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðarsýnin okkar árið 2022. Takk fyrir.